kvenna. Til að byrja því að lýsa leikmönnum, númer 30 Thelma Matthíasdóttir, númer 35 Karítas Halldórsdóttir, númer 22 Karen Þórisdóttir, númer 23 Theresa Snorradóttir, númer 16 Hilma Bergsdóttir, númer 17 Kolbrún Garðarsdóttir, númer 18 Bergþór Leifsdóttir, númer 19 Eva Hreinsdóttir, númer 25 Elín Bergþór, númer 5 Sigrún Árnadóttir, númer 13 Lára Ann Mörður, númer 21 Elísabet Sigfúsdóttir, númer 6 Stefán Jós Elísabetdóttir, númer 9 Kristín Ingadóttir, númer 10 Steinunn Sigurgeirsdóttir, númer 14 Maríanna Birgisdóttir og númer 91 Andrea Kristinsdóttir. Þjálfari liðsins er Emil Jörngard og fyrir liðið Skautafélags Reykjavíkur númer 30 Andrea Backman, númer 91 Kristjana Pálína Torfadóttir, númer 5 Inga Aradóttir, númer 13 Saga Sigurður, númer 16 Ragnhildur Kjartansdóttir, númer 10 Arna Freymsdóttir, númer 29 Guðborg Jóhannsdóttir, númer 3 María Sól Kristjánsdóttir, númer 7 Alexandra Hafsteinsdóttir, númer 21 Súsanna Sliaka, númer 27 Alicia Magnúsdóttir, númer 30 Birta Hafsteinsdóttir, númer 54 Emil Stefánsdóttir, númer 15 Kristína Engott Lín Davíðsdóttir, númer 62 Heiður Alladóttir, númer 8 númer 6 Brynja Líf Þórarinsdóttir, númer 38 Elvi Níls Einarsdóttir, númer 51 Sandra Líf Árnadóttir Jensen. Þjálfari liðsins er Lífa Staðar Sveinsson.
Fyrsta mark Skautavells Reykjavíkur skoraði með leikmennum með 24 að 96 minútu og stórsetningu á leikmennum með 21 Súsanna Stjarkar.
nummer 7 í skiptaskótavelli Reykjavík er dæmið til klipping eða hrefning.
Gott kvöld, kæra áhorfendur. Helgi heiti ég og ég að lýsa þessum leik hérna. Ég komst bara í öðrum leikluta og hann Sæmi félagi minn komið smá. En við hefum hérna leik þar sem Skutafjörður Reykjavíkur að vinna 2-0 gegn Fjölni í toppdeild kvenna á Íslandi. Það smá vandræði í breakoutunni og Hörðpress var á sögu sem vinnur puckinn. Til hún upp. Skítur, það fer í leikmann Fjölnis. SR ná allt sig inni. Henni Gunnborg með skotið og það er fryst. Uppkast í sóknarsvæði SR-inga. Friðrika tekur það fyrir SR. En tapar í gegn Lóru. Sett inn í miðjun þarna. Sett yfir á Súsunu, ný leikmaður SR. Hann er settið djúpt en Hörðpress þarna, sett í slottið, skot og varði frá Andreu. Fjölnir heldur áfram að pressa stíft en SR kemst það út með hann en ekki lengi og puckurinn komur aftur djúpt. Og þarna kom sending fyrir og Fjölnir gerir þetta 2-1. Fáum svo endur sýningu. Sjáum hérna að það er bara barða og það eru 3 Fjölnismenn nána fyrir fram á markið. Þarna sofnaðist vörnin kannski hjá SR og er slupið 3 fyrir neðan. Staðan 2-1 snemma í annarri lotu. Ylva kemur puckinn fram. Kemst fram einum, fram úr 2! Wow! Ylva Kristín! Highlight real mark! What a goal! Framhjá einum, framhjá 2 og setur hann inn. Ylva Kristín Bjarnadóttir. Svarar strax tilbaka. Og staðan 3-1. Sjáum hérna, hún sleppur í gegn. Hún situr undir killuna hjá. Tekur einn, flott múf hann gegnum annan. Og setur þetta bara auðveldlega í vinstra hornið. Og Fjölnir komin hérna gegn. Skýtur. Skot fyrir utan markið í hliðarneti. Sending hana sem misheppnast en puckurinn er settur djúpt. Fjölnir komin aftur yngar í gegn. Skýtur. Rebound. Gott færi hérna, vel varð hjá Andreu. Sar keyrir á Fjölni. Vel gert hjá Fjölnisvarnmönnunum. Fjölnir kemst inn í zónið, alltaf setja hann fyrir en þar er hún tekið á móti honum. Inga fyrir aftan markið. Finnur Friðriku miðinni, setur hann á Súsunu. Þarna er allt opið en finnur ekki sendinguna og það er rangstaða.
Friðrik að vinna fyrst við. Skauta sjálf inn í sitt eigið svæði. Stíf pressa þarna. Setur hann á kantinn á Birtu. Svo setur hann aftur á Friðriku í kant. Skot rétt yfir. Og Fjölnir gerir sig líklega til að breyka út. Chip í battan. Skotið. Rétt fram hjá Arna. Upp á varnarmanninn. Gerir þetta vel, alltaf að finna inn í slottinu en það eru ómargir aðsendingar. Fjölnismenn halda ennþá í pökkinn, hringsóla í sóknarsvæðinu. Skot þarna, blokkað af Ylfu og endar í horninu sem enn og aftur Fjölnismaður byggir hann upp. Þarna var eitthvað. Fjölnisbekkurinn vill fá boarding penalty á þetta. Hún liggur ennþá í íslum. Þetta var kannski vafasamt, við getum kannski fengið að sjá þetta aftur. Þetta var aðeins seint en það leit ekkert alltof vel út. Dómarinn Hákon segir þetta ekki verið dómur. Hann ræðir aðeins við línudómarinn hana. Og það endar á með að hafa verið dæmt á þetta fyrir boarding. SR spila þá leikmanni færri næstu 2 mínúturnar. Staðan á því 3-1. Pökkurinn sendur yfir hana. Allt opið, slapp skot. Rétt svo fram hjá hana. Upp á Kolbrúnu. Sendur hann yfir á Teresu, aftur upp. Inn í miðjuna, hann allt opið. Andrea. Vel gert hjá Andreu. Andrea stendur kyrr, situr kyrr og Pökkurinn kemst ekki fram hjá henni. Berglind í face-offinu gegn Friðriku. Friðrika vinnur það en fyrsta viðurinn á SR. Friðrika vinnur þetta aftur og SR ná ekki fengst út á svæðinu. Kolbrún tekur á móti honum uppi. Spila aðeins á toppnum. Ok. Yfir. Aftur upp. Friðrika nær að póka pökkinn en kemst ekki alveg. Nær ekki alveg að halda stjórn á honum. Fín pressa. Velja hringsóla enn í sóknarsvæðinu. Henning yfir. Ratar ekki á spaðan.
og SR nær að hreinsa pökkinn út og fara í skiptingu. Gott kill hjá SR. Já. Fjölnir mætti kannski fara að skjóta meira. Pressa hana sem ratar á spaðan hjá Alexander í varnarsvæðinu. Hittir hana dómarinn fyrst en hann náður hreinsa aftur. 10 sekúndur eftir af PK hjá SR. Nú spila bæði lið fullt skipið og flott pósingan á Kristínu en hún fellur við, nær ekki að halda sig undan bekkinum. Svo svona pikkar hann upp en kemst ekki langt. Setti ekki miðjuna á Sigrúnu sem missir pökkinn fyrir 3 messuringum hann í vörninni. Einhver aðeins smá misskilningur hann í skiptingum hjá Fjölni og þeir fá dóm fyrir 6 á ís. Nú komið að SR að spila í yfirtölu. Hvað var dæma á? 6 á ís. Fjölnir er að hreinsa þetta, stemma í refsingunni. SR byrjar að breyka út. Gunnborg setur hann yfir á Sögu sem delayar og tekur það aftur tilbaka. Gissur líklega til að lappinni sjálf. Ætlar að setja hann á Ingu en lendar á killu Fjölnismann fyrst en komur upp á toppinn yfir Gunnborg sem skýt, nei, setur hann í slottið. María! Vel varið þarna. Hreinsað en SR ekki að ná honum aftur. Saga setur hann yfir. Svona ætlar að fara sjálf en missir pökkinn á hættulegum stað þegar SR er í miðri skiptingu. Góð sending hérna, droppað af Friðriku. Yfir á Súsunu en hún hittir ekki pökkinn nógu vel. Það var vel spila. Ég var vonast til að missi hana sko. En Fjölnir ná ennþá ekki að hreinsa. Alexander setur hann djúpt. Súsanna fer í pökkinn. Setur hann aftur djúpt. Lísa setur hann í slottið á Friðriku en á erfitt með að halda pökkinu. 20 sekúndur eftir af refsingunni. Alexander skýtur. Þarna fekk Kolbrún. Hann fekk Kolbrún dóm. Sá ekki alveg hvað gerðist. Þetta var eitthvað svona eftir flaut dæmi fyrir fram á markmanninn. En já, hefði fundist eitthvað að verða að hakkast í markmannunum hennar þannig að hún tók þetta kannski skrifa á langt. Og nú spila SR-ingarnir 5 á 3 í 12 sekúndur og eftir það 5 á 4 restina af 2 mínútunum. 2 mínútunum. Vesen með slúfút, sagði það. Já, er það kannski að fá 5 + 2 eða? Gæti verið sko.
Dustur. Mér heyrðist hann að hafa sagt slúfút. Var hann eitthvað tekið replay af þessu eða? Nei. Það er að senda hann út af. Já, hún fær. Það stendur 5 mínútur upp á töflu, þetta er líklega game plus 5. Hún er send út af og Ha, fyrir hvað? ég sá þetta ekki, en Var þetta ekki þá bara eitthvað eftir flaut? þetta var eftir flaut eitthvað. Andrea sendir strax bökkinn, þær þurfa að fara að flýta sér í sókna með það eru 5 og 3. Inga með hann til leijar upp að sögu, en þannig gerði sig í grein fyrir því að það var Fjölnismaður að koma á bóksinu. Deflection yfir á Maríu. Hún strögglaðist með hann, kemur honum yfir á Gunnborgu. Mílo segir að þeir þurfa að koma sér inn í sóknarsvæðið. Þær munu ekki skora neitt frá miðjusvæðinu. Það fyrir svolítið að stilla upp. Já, það eru svolítið bara að henda þeim ekkert. Þeir eru bara að slaka á og... Herru, flott sigling þarna en... Það var að Elín. Mætti til leia en stíf pressa hjá Örnu. Saga endar með fyrir aftan markið. Kvættir hann í miðjuna. Saga búinn að vera inn á allt powerplay. Það eru komnir hérna svolítið margar á tvær. Það er skotið en það er framhjá. Susanna stoppar hann með legghljúfunum en setur hann á engan. Það sem Saga var að fara í skiptingu. Skiljanlega. Þessir er búin að vera eigi baslið að stilla upp í powerplayinu. Bökkurinn stendur yfir. Susanna fer í hann upp á Alexandru. Yfir á Friðriku sem hefur allt plássið heimi, lappar inn, skýtur framhjá. Sá ekki hvort þetta hafi verið varið. En Fjölnir nær bekkinum en Arna heldur sig inni. Aftur niður á Friðriku. Setur yfir á Susannu. Ætli stendur slottið. Alísa tekur á mótunum. Setur hann undir fæturinn á markmannunum. Flott hana, bara stæði fyrir að fara fætt á markið. Annað markið hennar í leiknum. Já. Fáum að sjá endursýningu. Hann heldur í hann niður í hornið. Allir búast ef að fara hér með markið en hún köttar hann inn og markmaðurinn býst aldrei við þessu. 2:50 lifa eftir af yfir töluleysringa og vegna þess að þetta var major penalty, 5 mínútur, þá kemur hún ekki inn á þó að það skori. Heldur þetta bara áfram. Elísa vinnur face-offið og Fjölnir kemur svo djúpt með stífa pressu hana sem hún heldur en Inga nær á henni pökknum. Inga setur niður á Maríu. Saga setur hann djúpt. Skot þarna, reboundið fer framhjá. Það var eitthvað smá barátta gangi inn í horninu sem endar. Fjölnir hreinsar bökkinn og fyrir skiptingu. Saga pikkar upp bökkinn. Byggir upp hraða og kemst inn en stíf pressa frá Fjölnir þarna. Og ætti að hreinsa en hann endar á festingu í glerinu og Alísa með flott skot hann á bakhjörninni sem verður rétt svo yfir. Ennþá smá vandræði hjá SR að ná að stilla upp í powerplayinu.
Friðrik að dettur út af sóninu, sendur yfir á Lexu, niður á Lísu sem kerir upp kantinn og setur bakhandasendingu á Friðriku upp á Alexandru. Yfir á Ali, skot! Aftur yfir fjárstöngina. Það er missað hann af pekkinum út af sóninu. Þar svona shooting mentality. Já. Alltaf skjóta. Þetta djúpt. Hörðu. Fjölnir ná ekki hreinsa. Stoppar á bláu. Friðrik ætlar að senda hann í miðjuna en fær í skautan á Öggu. Missir hann hana til Maríu sem gefur honum djúpt. Nokkrar sekundur eftir af bápleginu. Nú er Inga komin inn og náði ekki gott að hana. Flott pressa hana hjá Sögu. Barda í horninu. Saga pikkar upp bökkinn, rimmar honum. En Fjölnir heldur ennþá í hann. Vel varið Andri. Inni upp á Evu sem setur hann á Elínu. Skotið kemur hann en það fyrir framhjá. Fjölnir búinn að vera lengi í sóknarsvæðinu núna. Virðist ekkert vera að ganga hjá SR kominum út. Upp á Elínu. Sem setur skotið á deflection hann í slottinu. Flott spil þarna. Sýnist það að það er Steinur sem deflekta honum hana. Og ef mér skjótast ekki var þetta annað markið en leiknum, eða hvað? Það er ekki deflection fyrir fram markið. Það er bara fast á jörðinni og Kynlun sett niður og spegla honum inn í fjær hornið. Það er hörð pressa hana hjá Fjölni og þétt vörn. SR er með að komast í gegnum hana. Nú er Friðrik komin á ferðina. Kattar hann í miðuna, flott múf hana. Í kringum skítur. Og varið hana. Flott rönn hana og vel varið að lokum. Var hérna aftur eftir skot frá bláu frá Birtu. Bökkurinn ratar ekki hann í miðjuna á
samherja og blokkurinn fyrir icing og uppkastið tekið varnarsvæði Fjölnis. Berglind hérna gegn Sögu Saga vinnur. Gunnborg með hann, flott pressa hann af Fjölni. Þeir reymar honum niður. Arna fer í pressuna og stendur sig vel, nær að vinna puckinn. Flott hitt þarna. Ennþá hörð pressa hana. Góð bardaðan í hóttinu. Arna fyrir skiptingu. Og meðan Fjölnir break út. Það var hættulegt hérna. Þetta var offside. Fjölnir vinnur uppkastið en SR vinnur hann aftur, Heiður kominn hérna. Nær ekki að halda í puckinn. Ragnhildur setur hann niður en Eva stoppar hann þarna. Setur hann upp og Aggaði pressuna. Finnur Kristín með miðinni yfir á Ylfu. Sem kemst ekki fram í Evu. Agga pikkar hann upp og byggir upp hraða. Labbar henni zónið og fyrir kringum allar að skjóta hana frá erfiðu enguli en puckurinn endar hinn í horninu. Fjölnir vinnur hann í horninu. Puckurinn er loksins komið út. Lísa fer í pressuna og meðan Heimir skipta. Puckurinn deflektar djúpt. Þarna hefur verið sending, breakaway. Nei! Það er ekki í gang, en það eru 3 og 2. Stíf pressa hana samt. Fyrir ekki að menn í horninu. Þetta hann yfir á Súsunu en hún er með kilvi í sér og nær ekki að halda puckinum. Það er sett upp. Það er flýktið sending. Sending aðeins og framanlega fyrir Alexandru. Alexandra ætlar að setja henni í slotti en það er enginn að taka mótur Súsanna hins vegar fyrir pressuna og nær pucknum. Setur hann djúpt. Það sem Arna er. Pressar. Pucknum komið yfir. Flott pressa á Alexandru sem hafði mikinn tíma en setur hann svona djúpt. Lexa fer í pinchið en Teresa nær puckinum. Pucknum. Saga upp á hornu. Arna reynir að finna Súsunu í miðunni en Arna setur hann djúpt. Alstan með hann. Ætlar að finna Gunnborgu en hann er slottið skotið framhjá. Gott færi hana. Aftur fyrir framann. Rúmar 10 sekúndur eftir. Elísa pikkar hann upp, setur hann í miðuna. Vonast til einhvern sem komin á ferðina en það er enginn. Síðasta skotið fyrir framhjá. Og þá lýkur öðrum leikluta 4-2 fyrir SR.
Við förum í stuttabásu og komum aftur eftir smá.
Jæja, velkomin aftur í þriðja leikluta í þessum leik milli Skutulsfélags Reykjavíkur og Fjölnis í toppdeild kvenna. Staðan er 4-2 fyrir SR eins og er. Saga vinnur fyrst við. Endan eru Ingu sem setur hann í kantinn niður á Gunnborgu. Þannig Fjölnir vinnur hann. Taka fyrir aftan markið og break út upp á kantinn á Elinu sem verður fyrir harðri pressu en nær þó kominum upp. Gunnborg vinnur puckinn. Skýtur. Hann er hættuleg sending fyrir framan markið í slottið. Andara fristir hann. Hvað veit þér Sæmi? Hvort liðið búið að vera betra? SR. Finnst þið það? Já. Alltaf voru með stort forskot hérna í öðrum leikluta með 2-0. með 7 mínútur í powerplay sem hjálpaði helling. En í lok seinni leiklutans voru Fjölnir að sækja hart og koma með mikla pressu. Það verður allavega spennandi third period. Já. Nú er leikurinn búinn að vera svolítið fram og tilbaka. Hvort liðið búið að vera meira en heitt í sókn.
og annað æsing. Er þetta annað æsing eða? Já. Er ég fá að borga tíman eða? Lára hann vinnur puckinn hérna. Helgi, veistu ef SR eru með fullar svona 4 línur, eða? Núna, í kvennaliðinni. Já. Ekki þessum leik? Það er spurning sko. Ekki til. Ég veit ekki hversu fullar, ég bara tjekka hútið með það. Kannski er það 3,5 eða eitthvað. Já, það eru líka svoleiðis, það eru alveg 3 með... Veit ég alveg hvað það eru margar. Guðbrák vinnur puckinn, kemur í gegnum eina. En er stíft pressu hana. Reynir að fara skoti en það fer í kylfuna á... á Fjölnismanni. Láran er ein hérna í sókninni og reynir að tefja að liðsfélaginn að koma. Sendingu upp á eilinu, hún skýtur, blokkað Sögu. Það er dómur. Húking á Ragnhildi. Sá þetta ekki. En Hákon sá þetta. Þeir testum honum ekki. Það verður sterkt að ef SR er að kilda powerplay af. Já. Nú er tíminn fyrir Fjölni að minnka munin í 1 mark. Sending hana yfir en lendur í killinu á Ingu sem er að finnst alltaf yfir. Úf, það er tæft. Pressa hann yfir Súsunu. Það er ekki alveg að taka með til pekkinum hana en Hilmar Hringsson hana. Það verður upp á Teresu. Fyrir á Berglindi. Sendi ekki slottið en Súsanna nær komast í hennan puck. Á séns á násu. Nei, Berglind er undan. Nú hefur hún nóg plás. Ætlar að taka múfi. Kemst í gegnum Ingu en ekki í gegnum Brynju. Puckinn endar úti. Saga pressar stíft á Teresu sem snýst sér undan. Yfir. Þannig puckinn setur upp. Saga ætla að koma honum út þarna en það ekki alveg. Brynjan er að hrinsa hann út. Það er Sigrún kominn á ferðina eins og oft áður. Til Eyjar. Það er alltaf lappinn, alltaf að taka múfa Sögu en nærði ekki og þá er Alexandra kominn á ferðina. Enginn með henni. Í áttina á markinu, skýtur varið þarna af Caritas. Mjög gott hustle play á Alexandru. Íti sér að markinu, það er sem það þarf að gera. Þegar maður hefur enginn að senda á. Annar dómur. Á hvern? Evu? Dæfa. Já.
Það sýnir sér að hafa einhver orð þannig fyrir Sögu eða... Já, eða Hákon. Það skiptist á einhverjum orðum hana, en ég veit ekki hvað var dómurinn fyrir. Ég sá það ekki. Já, ekki heldur. Fyrir að fylgjast betur með. Þá er SR komin aftur á powerplay. Og það er mikið refsimínútur í þessum leik. Ragnhildur setur hann yfir á Ingu. Hann ætlar að skjóta, en whiffar og þá er pakkurinn prinsaður. Andra stoppar hann. Alltaf stressandi að markmann komið sér út og markmann... Wow, ég ætla bara að tala. Ragnhildur. Keyrir upp. Snýr við, en þá er Elín kominn og hann er að póka pökkinn. Fjölnir skiptir á frekar á óheppilegum tíma og Gunnborg tekur nokkur move, kemst til sónuð. Hákon, færðu þig. Ég meina Hákon var fyrir hana, sem er óöflegt fyrir S-ringa. Og pökkur endar þegar varnarsvæði, 1 mínúta eftir af refsingunni hjá Fjölni. Lexa droppar hann á Friðriku sem finnur Lexu aftur. Kvartar inn, flott breakout hana. Til Eyjar. Svona stilla maður upp, þetta er bara rólegt að sendir hann í skautan. Hann að Arnar bara róleg, finnur Alexander á toppnum, niður á Friðriku. Sem allar setja hann á Alexander á killni en hún fellur við. Svo svona setur hann niður. Flott sending hann á Örnu og hann þarf að fara beint inn í sónið. Hann tók hann að smá beygju sem þurfti ekki og þá vinnur nær Fjölnir að finna hann út þegar 10 sekundur er eftir af refsingunni. Brynja finnur Friðriku, tekur move en Berglind er að stinga út fætinum. Þetta er að skjóta en hittir ekki pökkinn. 5-5. Hættuleg sending hana en enginn til að taka mótinni. Heyri pressunni. Endar upp hjá Berglindi. Freka blokkar þetta, hún er komin ein núna. Elín er á hælunum hennar, hún er með aðeins hinum með við sig. En hún kemst ekki fram með Elínu. Þá kemur Fjölnir. Teresa, bara róleg. Þarf ekki að gera neitt strax. Fyrir skiptingu. Brynja með hann. Setur hann á spaðan hjá mótherja. En Kristina finnur Ylu miðjunni. Missir bekkinn hana móti Sigrúnu. Sem ætlar að fara sjálf. Tekur move fram á 2 leikmönnum. Einir í horninu ætlar að finna sendingu fyrir framann en Kristina nær að pikka upp timeplug. Kristina ætlar að senda hann á Gunnborg sýnist mér en skapaðist aftur færi fyrir Fjölni. En Gunnborg vinnur hins vegar aftur. Kemst ekki alveg í gegn hana. Fjölnir setur hann djúpt. Eva með hann. Setur hann upp á Kristínu sem er. Lexa vinnur hann hana. Á Sögu sem setur hann allanlega yfir á Lítse sem nær til pucksins og þetta er ekki kallað icing.
Heiður. Komin í hættulegt færi hérna en Alicia náði ekki rýbandinni sem fór beint inn í hornið. Það er hún í pressinu núna. Heiður kemst ekki fyrst í bökkinn. SR ná að halda sig inni. Ekki lengi. Og rangstaða. Bæði lið búin að standa sig vel. Bæði lið með færi. Elín skilur pekkinu vel og kemst inn, ætlar að setja hana fyrir framann. Deflection, varið af Andru, flott save þarna. Frá Sigrúnu. Andri er búinn að vera mjög góð í þessum leik. Andri er búinn að vera mjög góð, já. Báðir markmenn búinn að vera spila mjög góða leiki. SR tekur nokkra hringi hérna. Nei, Fjölnir segi ég. Endar upp á bláu hjá Elínu sem tekur múl fram hjá en missir pökkinn aðeins og langt fram. Þá nær Heiður að póka hann út. 9 mínútur eftir á leiknum, 4-2 SR. Pökkinn komið djúpt. Inga er þar. Settur við framann. SR er ekki að ná að koma sér út. Ylva er pressunni. Sigrúnu, Kristína pikkar hann upp. Átti er fann að Guðborgen, sendingin kom aðeins fyrir aftan. Sigrún með flott move. Setur hann aðeins og framalega. Brynjar tekur hann aftan markið. Ætlar að finna miðjuna en fyrir skautan á Steinunni. Þá er Guðborg kominn. Arna með henni. Finnur Örnu. Og það er rangstaða. Sagan mútið Berglindi. Ég sé skan að fara með mig. Alexandra ætlar að finna sögun. Þar pikkar Hilma hann upp. Setur hann djúpt. Þegar sem sýnist mér næður hann fyrir aftan markið. Frá hann tilbaka en missar hann við pressu frá sögu. Hún endar uppi hjá Berglindi. Setur hann á Evu sem tekur skotið. Eða hvað, er þetta Eva? Já, þetta var Eva. Það er að sjá svo illa. Þannig er pökkurinn laus fyrir fram á markið. Mér sýndist Andri hafa náð að teygja sig og verja þennan pökk. Gott færi og Fjölnir hana. Fjölnir vennar finnst svo við. Missar fyrir aftan. Súsar kominn á ferðina. Það eru 3-2. Gott er í kringum. Delayar. Finnur ekki. Setur hann upp. Þurrgu sem er í slottinu. Skýtur á jöðinni. Framhjá. Alicia, hat-trick. Skýtur. Varið að blokka. Ég sá ekki hvort það var. Þurrga. Setur hann på Ingu. Skotið er blokkað af Flóruan, já. Og Ragnhildur með hann. Ragnhildur setur hann á Heiði sem pókar hann í áttina á lítið sem fyrir skiptingu. Heiði stoppar þetta á Kristína nær ekki fyrir að setja djúpt. Flott move þarna. Fyrir í kringum delay. Stíf pressa. Herri.
Kristján tekið niður hérna og pökkurinn er frystur. Hann þarf einn S-ringur að koma hátt og vera þriði. Nú eru þær komnar 3 á 1 hérna. Heiður og Ylva í backcheckinu. Backcheck, forecheck. Paycheck. Eva fær pökkinn aftur. Sendir yfir. Skýlir bekkinum. Sigur þannig vel. Ekki vörð hjá Röggu. Ég held að kærasti Öggu sé að kenna mér eðlisfræði. Er það? Ég held það. Það er sem ég hef heyrt. Hann er góður kennari eða? Hann er fínn kennari. Þetta er lítið land. En leikurinn heldur áfram. Elín með pökkinn. Droppar hann upp. Skot. Enginn fyrir framan hana. Andar að sá allt og hann að verðnarpökk. Heldur að Fjölnir púlar markmannina? Finnst það líklegt. Fá einn auka sóknarmann inn. Kristján missar þessa bekkinum hana. Fjölnir setur hann yfir. Þorvaldur aftur Martín setur inn. Þá er Ylva með hann. Já, flott hana, bara örugg. Ekki Ölvu. Og Fjölnir reynir breggundir. Góð pressu í Örnu. Stefania. Arna eltir hana í pressunni. Gunnborg næst. Sendingin. Finnur næstu í spaðan hana. Delay. Sendingin í slottið. En Saga pókur þetta í burtu. Ná ekki að halda þessu inni. 4 mínútur eftir. 2 marka munur. Gunnborg tekur hana fótbolta rennitæklingu. Elín með hann. Skautur upp. Setur hann nefnir á Elísu. Það er ekki að taka mót honum. Smá misskilningur þarna og Fjölnir í góðri sókn. Ekki vörð hjá Sögu. Það er lítið komin á ferðina. Flott move, en vel varið þarna að halda henni frá pekkinum, hökkunum. Flott pressa á Súsunu. Friðrika nær honum. Hann lýsir ofn í slottinu. Tegur á vekkinum, skítur og það er varið. Hörð pressa á S-ringum núna. Hann er pint sem, hún er kominn, hún er hraðari. Missar hans pakkinn frá. Þeir fyrir frá markið, skítur, vel var hjá Andru. Dettur hana. Og það er flautað. Þannig að þetta var ekki dómur, ég er nokkuð viss það. Já, hún hérna, þú voru að hafa mækinn niðri, ég. Hún lendi eitthvað illa á hnénu. Já, hún datt annarkvort kilo andstæðingsins eða bara tópikaði. Sá ekki alveg. Ég er nokkuð viss að Hákon eigi erfitt með að dæma þetta. Eða hvað? Já, nei.
Fjölnir tekur timeout. Nei, við hlustum að það sem Mílo segir og... Hann talar þriðja hátt. Hann segir að þær eiga að halda rósinni, passa upp á þriðja mannin hátt og hann segir að þær muni púla á markmanninn og þær þurfa bara að vera rólegar. Það er sem ég heyrði áður en flautan fór í gang. 2:46 eftir, 4-2 fyrir SR. Líklegt að Fjölnir fari bráðum að púla á markmanninn. Face-off í neutral zónunni. SR vinnur face-off við á Maríu sem lappar inn. Herru, heldur í hann. Hann nær ekki skotin af. Það kemur Fjölnir, en pótsekar þarna af Maríu eftir flott þarna. Arnar nær stjórnarbekkinum, setur hann rólega niður á Brynju, á Sögu, sem tekur hann frátt til stegi mark. Sossar hann á Örnu, flott sending, sem fyrir Gunnborgin miðinni, flott spil hérna, flott breakout. Hún kemst inn í, herðu. Þetta ekki cross-checking? Það veit ég ekki, kannski þetta er svo soft. Fjölnir er í stjökustu erfiðleikum með breakout þegar mest ríður á. Dómarinn fyrir maður. Go. Sending upp á Öggu. Ragnhildurinn að pótsekanum. Sending hann á Elísu, flott bakhandasending sem nær á endanum að taka á móti. Og en Elín setur hann djúpt. Þær eru púlan á markmanninn. 6-5 með engan markmann, 1:20 eftir. Rál setur hann yfir. Djúpt. Spilar rólega á milli sín. Skot í hliðarnetið utanvert. Upp á lóruðan. Sem skýtur framhjá. Hann á one time sem er beint í maðan á Andreu sem hún nær að grípa. 50 sekúndur eftir. Markmaður Fjölnis ennþá af ísnum að spila 6-5. Það er uppkast í sóknarsvæði Fjölnis. Berglind sýnist mér að vera að taka þetta fyrir... Nei, jú. Berglind taka þetta fyrir Fjölni, Friðrika fyrir SR. Friðrika með skotið. Erðu, Súsanna komin hana. Skítur! Fyrir skautan! Gulli tækifæri til að koma með sitt fyrsta mark, eða ekki? Jú. Hann skoraði ekki á hana, ég var ekki hérna. Nei, þetta var marki á Lísa. Stúkan, komin á fullt. Friðrika tekur slapskot yfir í þennu. Það er bara mjá. 20 sekúndur eftir. Hákon góður að passa upp á skiptingarnar. Ungur efnilegur dómari. Hann á framtíð í dómarabransanum. Skot beint úr face-offinu. Endar á Elínu fyrir aftan markið. Droppar hann fyrir aftan. Sér segur hann. Alísa, Þessi kom með. Patrick, go on. Skýtur! Framhjá! Maður heyrir bara andköfin í stúkunni. Rétt svo sleikti
hliðina á markinu. Það er 9 sekúndur eftir. Það lítur vel út hjá SR. Stefnir allt í sigur eins og er. Leikurinn er ekki búinn. Þetta er allt gert á 9 sekúndum. Friðrika vinnur fyrst við. Á Alessandru. Þau snúringinn. Æ, tíminn. Stíf pressa. Hver er á tímanum hérna? Hver er á tímanum? Axel er á tímanum. Varið, leikurinn ætti að vera búinn. En jæja, ok. Jæja, Fjölnir fær hérna gefins. 1 auka sekundu. Sjáum hvað gerir við hana. Fær í skiptingu. Síðasta face of leiksins gerir ráð fyrir. Nema það gleymst sér tíman aftur. Og SR. á líkur leiknum 4-2 fyrir SR. Hvað er það? Hvað er búinn að vinna Fjölnir ofta þessu tímabili þess að? Þessu tímabili. Það er ekki tvisvar að... Já, ég er ekki alveg með töluna hérna at the top of my head, en SR sækir 3 stiga heimavelli eftir mjög spennandi leik. Góðan á báða bóga. Bæði liðin spiluðu gott íshokkí. Fullt af færum, fram og tilbaka. Það var harka í þessum leik. En meiri harka hjá heimaliðinu sem tekur þessi 3 stig. Og ég, Helgi Bjarnason, vil þakka ykkur kærlega fyrir kvöldið. Vonandi sjáumst við fljótt aftur. Það er annar leikur hérna á sunnudaginn. Takk fyrir okkur.